syngur Sverrir Þór Sverrisson. Þegar þetta lag hefst á þriðjudögum, það þýðir að FM 95 Blöð að hefja göngu sína. Klukkan orðin rúmlega 4. Hann reyndar ekki með mér hérna, hann Sveppi. Hann verður mættur næsta þriðjudag. En hingað sestur góðu vinur þáttarins, hann heitir Sóli Hólm. Vertu velkominn. Takk fyrir, gaman að vera með þér. Já, gaman að fá þig hérna aftur í stúdíóið. Og já, við Sóli erum með hrikalan þéttan þátt handa ykkur í dag. Kæru hlustendur. Og já, ber þar sennilega hæst Herbert Guðmundsson. Við ætlum að fá Sóla Hólm til þess að ringja í nokkra svona úrsmiði hér í bæ. Já, selja þeim $1 million hugmynd. Já, hann náttúrulega, Herbert Guðmundsson á lag sem heitir Time. Já. Og eitt af hans besta að mínum mati. Ja, algjörlega. Stórkostlegt lag hjá hann. Já, þetta er svona, ef þú kemst ekki í stuð þú hörir Time, þá er ekki tími til að komast í stuð hjá þér. Nei, þá þarftu bara að láta líta á þig, eiginlega. Já, þá er eitthvað mikið sem að Time getur ekki lagað. Nei, og svo við fórum að hugsa út í þetta aðan. Af hverju hefur þetta lag ekki verið í neinni auglýsingu þegar kemur að því að auglýsa úr og tíman og annað slíkt. Nákvæmlega. Þannig að, hann ætlar að ringja hér á eftir hann Sóli Hólm sem Herbert Guðmundsson og reyna að selja úrsmiðum hér í bæ, þá hugmynd að nota lagið í auglýsingu. Já. Og svo erum við með Sturla staðreyndir á sínum tíma og á sínum stað og fleiri fasta liðin. Ég ætla bara að byrja að spyrja það Sóli, hvernig hefur það? Heyrðu, ég hef það rosalega gott. Nei ekki? Jú, Þú ert reyndar svona típa, ert ekki alltaf feskur? Jú, ég er ekki mjög mislindur. Nei. Ekki, þú veist, maður dettur auðvitað neyri í dalinn stundum. Já. Það er auðvitað eins og gengur sérstaklega ef ég er þunnur. Já. Þá er ég rosalega þunglindur. Er það málið? Alveg hrikalega þunglindur. Já. Eða sko, ekki kannski við fólk, en ég set upp grímu, en mér líður ömurlega. Ég er rosalega lítill í mér. Það er bara sama þó ég myndi sitja einn heima með vodkaflösku blindfullur og ekki tala um nokkurn mann, ég myndi samt vera lítill í mig daginn eftir. Já, ég skil. Ég þarf ekki að vera að ringi í einhvern raun yfir hann. Nei, þú varst ekki að skýta á þig, þið bara... Nei, það er bara einhver efni sem ég mýg út um mér sem að gera mig glaðan og þau kom ekki inn fyrir svona 2 dögum seinna. En svo er ég búinn að vera með þvílíkt, ég er búinn að halda 2 barnaafmæli sem ég heyrti síðast. Nó, já. Það er ekkert annað, til hamingju með það. Já, takk fyrir það. Það var frumburður 5 ára í gær. Glæsilegt. Það var bara maður var að díla við það. Já, en hvað okkur 2? Fyrst fjölskyldan, sunnudaginn. Já. Og svo voru leikskólakrakkarnir í gær. Og hvernig er að vera með afmæli fyrir, skara 5 ára krökkum? Var þetta vesen? Sko, ég outsourcaði þessi pínu að ég fekk ég fekk hann ekkert. Íþróttaalvörun nefnilega kom óvænt. Mætt á staðinn. Ok. Og hann svolítið því held upp í 40 mínútna stemmingu og þá svona slapp ég við að þurfa að taka hóki-póki mjög oft. En ég hjólaði hóki-póki leiðum á farin. Já, náttúrulega þægilegt eiga pappa sem spilar á gítar og syngur. Já, við tókum hóki-póki og höfuð herðar. Ég er svolítið að vinna með það í þessum ámælum. Í barnaafmælum? Já. En voru svona á þessum aldri, nú var ég að vinna sem leikskólakennari hérna þegar ég var, 17 ára gamall. Já. Og eru einhverjir, þú vart nú ekkert að nafngreina, þannig eru nokkri krakkarna sem eru leiðilegri en aðrir? Einhverjir svona litlir auddar hérna sem voru að gera það geðveikana? Veistu það, ég bjóst alveg við því að það yrði kannski 1-2 auddar hérna. Já. Þú veist, ég var svona ekki búin að gera ráð fyrir alla einum audda. Já. En ég sá enga nefnilega að ég veit ekki hvort að auddin komi fram seinna. Já, auddin var vel mættur 5 ára, sko. Já, það. Já, hann hafði ekkert farið fram hjá þér í þessu barnaafmæli, ég lofaði því. Það var engin svona orkusuga sem ég langaði að henda fram á svölunum. Engin, þetta voru mjög ljúfir og góðir krakkar. Já, það er sko, ég veit ekki hvort þú hefur séð það, en þú áttur þetta börn og þú getur að séð það, en sko, Öddi leiðileg í sveppamyndunum. Já, ég sé alla myndirnar. Já, og í þættinu þegar Sveppi heldur afmælið sitt, þannig var ég sem krakki. Þú varst bara svona í alvöru? Já, ég set mig bara í þá stemmingu, sko. Ég man alveg eins og í barnaafmælinu sem Sveppa í þættinum hans. Já. Og þá var ég að tróði með kökum og eitthvað og var að segja að ég mætti ekki borða of mikið sykur. Já. Það var bara þannig þegar ég var krakki. Það var þannig, þú fór bara, þetta er svona, ég hef alltaf haldið þetta sem kjaftaði. Nei. Þú ert einn af þessum krökkum sem varst bara geðbillar þegar þú fyrst of mikið sykur. Já, og mamma mér var svona að byrja að vara aðra foreldra við þegar ég var að fara í svona fyrsta barnaafmæli. Svona ég myndi ekkert vera að gefa honum of mikið af köku, hann á eftir að heimta það. Hann á eftir að fá sér, reyndu að halda honum í skefjum. Og kannski endurstu til 8. Já, mun betra að hafa pítsur bara. Pítsu og vatn fyrir auðvitað. Það hefði ekki verið glæta að gefa mér pizza og vatn ef það var kókana fyrir aðra. Nei, akkurat. En þetta er, kannski er þetta á öðrum deildum í leikskólanum eða einhverju vitleysingar. Já, en þú varst ekkert varfið það í gær. Engin auði. Nei, engin auði, það er gott og ánægilegt að það sé að fækka. Varstu svona krakkin sem tók stóti sem barnið var að fá og svona, ég ætla að vera með þetta? Já, ég sagði kannski ekki, ég ætla að vera með þetta, en ég var svona örugglega alltaf einn aðeins fyrstu til að fá að prófa þegar afmælisbarnið var búinn að leika sér aðeins sjálfur.
og svona reyfi í þetta og fekk að sjá. Já, akkurat. Ég var gríðarlega mikið að vinna með He-Man á þessum tíma. Já, akkurat, þú ert svo kynslóð. 85 sko, þá var ég 5 ára. Þá var He-Man alveg málið. Algjörlega. Af hverju deyr hann? Það bara, He-Man ekkert vinsælt í dag. Ég held að klikki hefði verið að hann var aldrei þýddur á íslensku teiknumyndirnar. Nei, ok. Ég held að það hefði lifað lengur þá. Við haft íslenskan He-Man eins og þú sér bara með, þú veist, Andris Önd og svona þessar DuckTales og það allt saman. Þetta, maður horfði svolítið mikið á þetta og ég var svona minni þolinmæði fyrir ensku barnaefni þegar ég var lítill. Já, það var ég líka. En hérna, ég er aðeins yngri en þú, en hérna, bræður mínu voru miklir He-Man menn. Já. Þannig að He-Man. Eldri bræður þínir. Já, eldri bræður mínir. Þannig að ég átti kallana, sko. Þetta var æðislega gaman. Ég var með svona, þegar ég var í skóla, sko, í barnaskóla, þá var ég með svona hegðunarbók. Já. Og ef ég var búinn að hegða mér rosalega vel alla vikuna, þá fekk ég He-Man kall. Já, vá, bara í hverju viku? Já. Vá, það er óteikt. Þess vegna ertu svona, eða varstu svona? En það var sann sko, eina sem var svo vond fyrir mömmu greiði, að ef ég skeit á mig á mánudegi eða þriðjudegi, þá þurfti hún að vera með svona varavelun, skilur það, því að þá var ég hvort búinn að glúðra He-Man-kallinum. Nei, þetta var nú ekki viku fresti. Það er svolítið mikið. Já, við vorum nú ekki efnuð þannig í yfirfellinu, sko. Nei. Og höfum reyndar aldrei verið. Nei. En það var He-Man á einhverjum 10 daga fresti eða... Það hlýtur að vera 10 daga He-Man, það hlýtur að vera. Já, sveimið þá. En þá var það sko, þá þurfti hún að vera með eitthvað annað, skiluru. Ég fekk eitthvað nammi eða eitthvað, ef ég myndi klára síðustu 3 daga sem maður. Já, annars myndur þú bara segja fuck it og vera alveg hræðilegur alla vikuna. Þetta er bara plága. Já, þú hefur verið svona hrikalegu krakki. Já, en góð rúlingur. Múttaður þetta aldrei að ágjöra með þá. Nei. Þannig ég er svona launaðan þetta þar. Heldur þú að væri settur á Rítalinn í dag? Staðfest. Já, það er bara þannig. Alveg pottitt. Já. Það var hegðunarbókin, sáum þetta þá. En ég segi, já, ég svei mig þá. Það væri svona ógeðslega feitur og þunglindur í dag. Nei. Útulifjaður. Rólegur. Herðu, það er Chris Brown. Þetta er bara partí á þriðjudegi hjá okkur. Hvernig líst þér á þetta? Bara mjög gott. Mjög gott. Þéttur og góður þáttur framöndan og ég er með dúndur slúðupakka fyrir Sóli. Úff, get ekki beðið. Þessi drengur er ekki í miklu uppáldi hjá mér. Jú, fínasti tónlistarmaður, en þetta er rævill og heitir Chris Brown. Já, ég er alveg sammálaður. Og lagið hans heitir Jesinum 3, virkilega frumlegt. Hann kemur ekki vel fram við konur. Nei, þetta er bara rævill. Já, skömm. Svona ángríns. Já, ég er alveg sammálaður. Og ætla ég ekkert að fara ræðileg fyrirmynd. Já, bara allur út í einhverjum tattúum þegar hann að skemmta sér á einhverju skemmtistöðum, var hann alltaf ber og ofan að klípa í rassinn á einhverjum píum og situr hérna með jámenninni sinni í kringum sig og þetta er bara viðbjóra manni, ekkert flóknar eða það. Það er bara útrétt mál. Og ef það er einhver hérna úti sem að dýrka hann, þá byrst ég afsökunar að vera rakka niður íkonið ykkar. Já, þið þurfu nýtt íkon. Já, það er ekkert flóknar það. En hæfileikar ykkur tónlistamæður og dansari, ég gef honum það. Algjörlega. En það er hins vegar komið að slúðri hér í FM 95 Blö og já, beint á móti mig situr einn mesti fagmaður sem ég þekki þegar kemur að slúðri. Það er virkilega þægilegt að ræða slúðri við Sóli. Óvart veit ég allt. Já, og já, þú bara fylgist með. Já, ég skammast mig ekki fyrir að vita þetta. Nei. En þú veist, ég er ekki meðvitað að fylgist með, en greinilega sogast þessar fréttir að mér. Það er nákvæmlega þannig. Og ég ætla að byrja, sko, ég ætla að byrja á svona léttu slúðri sem er eiginlega 2 tengdar fréttir. Já. Það er óléttan. Já, hún er alltaf skemmtileg. Já, það eru óléttar hér 2, önnur ólétt og önnur var eignarspad. Það byrja að segja frá því að Beyoncé Knowles, hún er víst orðin ólétt aftur. Ok, hún er að drita. Já, hún er komið einhverja litla bumbu og já, menn Vestanhafs vilja meina það að það sé annar krakki á leiðinni. Já. Og svo var Sarah Michelle Gellar, mannstu eftir henni? Já. Buffy the Vampire Slayer hérna. Hún var eignast sitt annað barn með sigurpappanum Freddie Prinze Jr. Sá týndur maður. Vá, er hún ennþá með honum? Já, þau eru ennþá saman.
Og eigaðu barn fyrir það ekki, Jú, þau áttu, harri þetta er þeirra annað barn, þau áttu dótturina Charlotte Grace, en það voru eignar strák núna. Já, ok. Og Charlotte Grace er... Það er þá Freddie Prinze III? Já, ætli það ekki. Freddie Prinze III og Charlotte Grace sem er orðin 30 ára. Já, ok. Vissirðu það líka kannski? Já, ég vissi, mér ámaði það. Nei, ég vissi það ekki. En þau er reyndar, sko, talandi Söru Michelle Gellar og Freddie Prinze Jr. Við höfum ekki orðið mikið varfið þau í slúðrunu upp á síkastir. Nei, og ekki bíómyndum heldur. Ég held að, sko, Freddie Prinze, það er að fáið kannski leikari sem eru með lúkið eins mikið með sér eins og hann. Hann er gullmyndalegur. Já. En hann held ég, enginn sem verri að velja sér hlutverk. Nei, hann átti að vera búinn að reka umbóðsmannin sem fyrir löngu. Löngu síðan? Já, hann lék hérna í eitthvað She's All That og eitthvað svona. Já, Scooby-Doo, aflitaður, það eitthvað, það var alveg... Alveg rétt. Það var eiginlega beygjan sem að tók þetta fyrir hann. Já. Þar fer hann niður. Já, þegar þú segir það, Scooby-Doo eiginlega. Scooby-Doo rústaðanum. Já. Það er bara það sem ég gerði. En hann hefur örugglega fengið ágætis summu fyrir Scooby-Doo. Já, algjörlega. Þessi menn þurfa bara að velja rétt. Það er ekkert flóknara það. Næsta slúður, þetta er þetta komið í... Sko, ég vil oftast vera með slúður sem ég sé ekki inn á Vísi og svona. Það fyrir rosalega í taugarnar með þegar ég er búinn að sjá eitthvað slúður og svo að því að þátturinn er 4:00, ég er undirbúið þátturinn 1:00, svo sé ég fréttina dett inn. Ég er bara, Ég veit það. Það fyrir taugarnar með sem slúður kom. Já, líka því fólk er með þetta í símanum. Já. Fólk er að detta inn á þetta þar, þá sér það á undan. Ég veit það, en ég get ekki sleppt í að minnast á þetta. Simon Cowell og Carmen Electra eru vist nýtt par. Þarna náður mér. Er það? Ég vissi þetta ekki. Þau eru að hittast og... Frábært. Já, eru vist eitthvað að deyta og sáist fara saman að veitingastað í LA núna á laugardaginn og svo sáist þau vera að kissast á sunnudaginn. Rosalega er hún með breiðan svona kallmannsmekk. Já. Hún hefur verið með Rodmaninum. Dennis Rodman. Já, og Simon Cowell. Þeir eru algjörlega á öndurum með því. Já, svo var hún líka með Gaurnur sem var nú einu sinni ekki Red Hot Chili Peppers. Nei, hún var ekki með Tommy Lee. Hún var með hinum sem var í Magnificent þættinu, Supernova. Sem var að hósta þetta. Já, hvað hét hann aftur? Það er stólið um mér, en þetta er svona gaur sem að, mér fannst það alltaf æðislegt þegar Gilby Clarke var þarna að spila á gítar og Gilby Clarke er að mínum að ég er gríðalegu Guns N' Roses aðdáandi en fyrir mér er Gilby Clarke ekki alvöru Guns maður og er engin aðdáandi hans og mér fannst svo fyndið þegar hann sat hann upp á sviðinu því að það var hægt að velja eitthvað lag fannstu og ef þú valdi þetta lag þá fékkstu Gilby Clarke á gítarinn með þér og svo kom það einhvern veginn fyrir að það var engin að velja lagið sem að Gilby Clarke var að spila á gítarinn og þá kom þessi fyrirvændi kærasti hennar Carmen Electra You guys got an opportunity to play with Gilby Clarke and you're not grabbing it? Hann var alveg bara, hann átti ekki til orða, fólk kildi ekki verið að rífast um lagið sem að Gilby Clarke var að spila. Nei, nákvæmlega. Sko, Guns N' Roses er náttúrulega bara Slash og Axl. Já. Það er eiginlega, er það ekki? Duff og þessir tappar á sínum tíma, sko. Já. Ég náttúrulega þarna kemur aldursmunurinn að bækja okkur aftur. Ég bróði mig á mikið að hlusta á þetta og ég var rosalega, ég var grjótharður Slash-maður þegar ég var svona 6-7 ára. Já. Þannig að hann drakk Black Death og reykti Black Death og mér finnst það alveg ógeðslega töff. Já, það er ekkert alveg. En hvernig heldur þetta eftir að endast eitthvað hérna? Nei, ekki miður. Nei? Ég held að þarna ég held að Simon Cowell sé bara einhvern veginn, hann er ekki, þú veist, ég held að mun aldrei finna festa ráð sitt, almennilega. Nei, hann virðist vera svona nettur flagari, sko. Já. Hann á erfitt með að haldast með sömu konu. Já, ég held að það sé til í allt líka. Já, en við óskoðum alls eins besta. Já, algjörlega, sjálfsögðu. Skemmtilegt par hátt á þær, ekki flokkar það. Herru, svo er það, næsta slúður, þetta er svona það slúður sem að mér fannst áhugaverðast og hef ekki séð á íslensku miðlum. Arnold Schwarzenegger er að gefa núna út nýja ævisögu og ég held að við ekki farið fram hjá neinum að hann átti barn utan hjónabands með ungri konu sem var að vinna hjá honum sem sagt á sínum tíma þegar hann var að leika og þetta er sem sagt áður en hann verður fylkistjóri. Já. Og þetta er The Housekeeper, já, hún var svona að þrífa heima hjá þeim. Já, hún var nefnilega ekkert svo ung. Nei. Hún var frekar gömul með þessu. Já, og þau sem sagt er að sofa saman og hún verður rólétt og eignast barn. En hann segir hérna í ævisögunni sinni að hann svaf hjá henni sem sagt, þau geta þennan krakka á meðan hann að leika í Batman and Robin. Já. Og maður hélt svona að það gæti ekki orðið verri fréttir en myndin
Nei. Þetta er sannlega ein versta Batman-mynd sem maður bara sést hefur og þá var þetta svona sem fylgdi líka. Þetta hefur ekki alveg verið hans mánuður maður. Tími maður. Já. Það er einhvern veginn bara, þetta er versta mynd sem ég leik í. Þetta var einn skelfilegasta mynd. Alveg hræðileg. Sér kom ég að við líka hvað hefur komið á eftir, hvað Batman er hægt að gera með Batman. Já, það var þetta ennþá verra. Christopher Nolan bjargaði bara Batman. Algjörlega. Ég sá mitt Batman fyrst í gær. Já, ok. Í nýju myndina og hún er stórkostleg. Já, hún er meira þetta. Og þetta þarna var Schwarzenegger, Mr. Freeze eitthvað. You're not sending me to the cooler. Já, akkurat. Og George Clooney sem Batman, skelfilegur. Þetta var horfbjóður. Þannig að þetta var ekki alveg hans, mánuður. Nei. Schwarzenegger, eins og hann segir í bókinni. En hann á allavega yndislegan son. Já. Það er alltaf hægt að meta það. Það er fyrir öllu. Já. Þetta var slúðupakki dagsins. Var hann ekki bara ágætlega þéttur? Jú, mér finnst það fínt og sérstaklega því að komum mér í opna skjöldu með Carmen og Simon. Já, það var gaman og kannski kom ég fleirum í opna skjöldu þarna úti. Við ætlum að fara hér í Warrior með Outlandis og svo ætlum við að fá hlustendur til þess að velja karaoke-lögin fyrir okkur. Já, Sóla. Svo hér rétt og eftir, Herbert Guðmundsson að reyna að selja úrsmiðum lagið Time í auglýsingu. Þetta er óvenju þétt. Ekki missa því. Danmörku og kalla sig Outlandis. Er þetta ekki sömu gæðin að vera með? Aisha. Er það? Ég held það. Já, ok, þeir eru góðir. Já. Þetta er allavega fínasta lag, Warrior og það stýttist hér í að við fáum eftirhermuna af Herberti Guðmundssoni. Hún er hér rétt handa á hotni en það sem við Sóli ætlum að gera núna er að við ætlum að velja karaoke-lag. Já, við ætlum ekki að velja. Við ætlum að fá hlustendur til þess að hringja inn í 511-0957 ef þau eru með einhverjar góðar hugmyndir að karaoke-lögum og ég þarf náttúrulega að redeem myself. Þú vannst mig í síðustu viku. Já, það er nefnilega þetta var ekstra sætt að því að þú varst búinn að vera með þvílíkar yfirlýsingar. Þú varst búinn að hringja mig á nóttunni og segja að ég væri að fara að tapa og eitthvað svona. Ég sagði þér bara að koma með A-leikiðinn. Já. En ég harmaði hérna. Já, algjörlega. Mér fannst þetta reynda að vera frábært hjá þig, sérstaklega hvernig þú endaði lagið síðast. Þú tókst öskrið í I'm sexy and I know it. Já, alveg rétt, ég fekk vont lag. Þannig að ég treyst á ykkur núna, hlustendur, við þurfum að fá svona 5-7 góð lög. Já, þú getur sungið svolítið, þú veist að sína hvað getur í söng. Já. Sexy and I know it er ekki söngleg. Það er hárrétt og við skulum bara fá hérna fyrsta hlustaðan. Hvað værið þú til að heyra í karaokeinu? Ég var til að heyra þig syngja Euphoria. Euphoria, ég er búinn að því. Það tók allir það, maður, á sínum tíma. Og það var horfbjóður. Eitthvað önnur til það? Ertu með eitthvað annað? Nei, ekki svona. Ekkert í fljótu? Nei. Herðu, ok, en takk samt fyrir að ringja. Ekki máli. Ok, herðu. Þetta er góð, þetta er svona alveg línan. Þetta er það sem myndir reyna röddina þína. Nákvæmlega. Þannig eitthvað í þessum dúr. Hvað værið þú til að heyra, kæri hlustandi? Rocky og Like a Hurricane með Scorpions. Já, herðu, Scorpions maður, það er endar eða hljómsitt. Ég finn einhvað með þeim. Já. Ég lofa því. Takk hérlega. Ok, þá er það næsti. Tekum hérna. Hvað værið þú til að heyra í karaoke-keppninu eftir? Herri, ég var til að heyra og Angels með Robbie Williams. Já, það verið tekið. Frábært til það. Já. Ertu Robbie Williams aðdáandi? Nei, ég hef ekki svaðalegur, ég bara ekki að slag með hennum. Þetta er frábært lag nefnilega. Þetta lag hefur mér að verið notað í kennslu í klassísku námi út í virtum skólum út í London. Það er ekkert flokknara. What? Já, þannig að þetta er sennilega hápunkturinn hans ferli, finnst mér. Ég held samt að uppáðslæðið mitt með Robbie Williams er Feel. Það er rosalega flott. Þú er líka getað tengt við það svolítið. Já, ég er svo tilfinningar. Já, ég veit það. Herru, takk fyrir ekki. Ok, takk. Ok, herru, við erum komið með, fín lög hérna. Hvað verður þú til að heyra í karaoke-inu eftir? Ég var til að heyra Funeral með Band of Horses. Já, það er rosalegt lag líka. Það er búið að vera nokkru sinnum í, lagi á leiðinni heim hjá mér. Já. Rosalega góða tillögur í dag. Já, ég ránaði með hlustendur núna. Já. Herru, takk hérlega fyrir þetta. Já. Ok, við skulum fá hérna næsta. Við tökum svona 5-7 lög. Nú komið 3 góð. Hvað verður þú til að heyra? Sjámlega. Já, herru, ég var til að I don't wanna miss a thing með Aerosmith. Það er búið að koma tvisvarsamt. Það er samt flott. Eitthvað annað með þeim kannski? Crazy eða eitthvað? Crying. Já, Crying. I was crying. Það er þetta geðvikt. Vá. Það eru komið 4 góð lög. Takk fyrir góða tillögu. Ok. Herri, ég er virkilega ánægður með hlustendur núna. Við þurfum eiginlega bara eitthvað töluðu viðbútt. Hvað verður þú til að heyra? Wish You Were Here. Oh, I wish you were here. Já, með Pink Floyd eða? Já.
Já, glæsilegt. Herru, takk fyrir þetta. Þetta að detta inn, við tökum 2 í viðbót. Hvað verður þú til að heyra í karaokeinu eftir? Herru, viltu ekki bara taka Hamraborgina? Og bara reyna röddinni? Það ekki hægt að vera íslensk lög. Hvers vegna ekki? Það ekki út undirspil, það er þetta fyrir undirspil á netinu. Þú finnir ekki Hamraborgina maður? Jú, sem skagfirðingur ætti að kunna það. En þú ekki með eitthvað erlend lag? Nei. Ok. Ég skal reyna að finna hitt. Ok, takk. Það myndi fyrst reyna á mann. Fáum hérna, hvað verður þú til að heyra í karaokeinu? Já, góðan daginn. Daginn. Ég var til að heyra Out of Control, 50 Cent og Mobb Deep. 50 Cent reyndar væri good shit. Fyrir, ég setja hann hérna nöður. Já, það eru. Herru, takk fyrir þetta. Það fáðu síðasta og, já, hvað verður þú til að heyra? Killer Queen með Queen. Killer Queen. Já, she's the killer queen. Já, geðvikt. Herru, það komið á blað. Já. Takk fyrir. Ok, þá erum við, konum með lögin. Heldur betur. Og það er ótrúlega góða tillögur í dag. Svei með þá ef að karaokekeppnin í dag verður ekki bara þrjusu góð. Já. Fullt af góðu lögum. Þetta verður 2 törnum tal. Já, það er hárrétt þegar talandi góðu lög. Þetta er sérstaklega að spila fyrir þig, Sóli. Veistu hvað þetta er? Þetta er My Heart Will Go On með Chubby. Chubby Little Lover Boy. Já. Tjekkum á þessu. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on. Love can touch us one time and last for a lifetime, and never let go till we're gone. Ekki svona flott hjá okkur sóló eftir í karaokeinu, en við munum gera okkar besta. Já, það er alveg ljóst. Það er ekki hægt að fara fram á meira. Og já, Chubby Little Sweatstard verður einmitt í þættinum á morgun að frumflytja nýtt íslenskt lag, og já, 2 harðir verða á miðvikundi á þessu sinni. Þar sem að ég verði frí á föstudaginn, þá verða 2 harðir hérna á morgun og svo Hjöppi á fimmtudaginn. Svo í næstu viku verður þetta allt svona komið, já, réttan kjöl. Nefna Sólið, þú verður með mér á mánudögum í smá tíma. Já, það verður æðislegt. Stæðan fyrir Bjössa. Þannig að þá verður þetta allt komið á rétt ról. Við ætlum að, já, ég ætlaði nú að fara hér í örstuð skilaboð, en við bara býðum aðeins með það. Þetta hérna aðeins út hjá mér og... Já, það er allt til, það getur allt gerst í þessum. Það getur allt gerst, þá ég ekki bara henda í sturlaða staðreyndir. Jú, hvernig væri það? Við þurfum bara að spila þetta, skilur, þú veist, eða gerist eitthvað, við erum live. Það er hárrétt. Þú þurfum bara að bregðast við. Já, sérðu hvað ég snöggur að bregðast við. Ég er að leita núna hérna sturlaða staðreyndir. Já, já. Og já, það eru tilbúnar, ertu til? Já, ég er tilbúin og hlakka mikið til. Glæsilegt, það er gaman að heyra. Elsti hundur heims var 29 ára gamall. Já, það er mikið, ekki? Já, það telst rosalegt heldur. Já. Þetta er náttúrulega, talan er eitthvað, hún hljóma svo lítið eitthvað neginn. Þú veist, 29 ára, wow. Þetta er hundur, sko. Hvað var þetta, Jimi Hendrix eða, skilur þú? En hérna, þegar meira kannski sem í skjaldböku sem verður 500 ára eða eitthvað, þá finnst mann þetta geðvikt. En hund að vera 29 ára, það er eitthvað neginn, hann fær ekki það kredit sem hann á skilið, þessi hundur. Ég er sammálaði. Svo er það næsta, meðalmaður fær það 7200 sinnum yfir ævina. Fær það? Fullnæðingu sem sagt? Já. 7200 sinnum? Yfir ævina. Jú, ok. Finnst þér að hátala eða? Ok, byrjuð 365 ára ári. Já, það er nú, nei, alls ekki mikið. Það er bara 20 ár. Já, en þetta er meðaltali, já. Já, svo eru margir fyrir ofan það. Já, og einhverju fyrir neðan. Einhverju fyrir neðan, já. Þannig er það bara, svo er það næsta. Þetta fannst mér reynda skemmtileg staðreynd. Ég er búinn að komast að því í stöðrulega staðreyndum. Ég hef mest gaman að dýra staðreyndum.
Já, þetta svona, eins og þú sagðir, þetta þinn menntaskóli. Já, nákvæmlega. Og, Argonaut, kolkrabbinn, hann getur fært tippið á sér eftir hendileika. Já, fært að hvert? Bara setta á hausinu eða? Já, bara setta bara út út. Jaha. Hann bara tekur tippið á sér og færir það ef hann þarf þess. Þannig að ef það eitthvað svona, ef það skiptur stellingu, það setja á nakkan. Það bara þannig. Það getur legið kjur bara, ég færi bara tippið, þú bara kemur þig fyrir. Já, þú getur eitt ímyndaðir hvað það getur hjálpað karlmönnum stundum. Já, sérstaklega þeir eru slæmir í baki eða eitthvað. Já, en hérna reyndar ekki verið að tala ég klikka oft að þetta lesa hlutina líka, og sjá myndir af dýrónum og svona. Já. Þetta er nú ekki fallegasti kolkrabbi sem ég sé, ekki það, ég smaldri sér neitt sexy kolkrabba, en hann þetta víst, hann nýtir þetta að því að hann er svo mikið oft svona fastur, og þetta er til að þetta er meira upp á þvag og eitthvað held ég. Já, þetta er ekki kynlýstæki. Nei. Þetta er svona, hann getið mýið. En það var náttúrulega fyrsta sem okkur datt í hug. Já, auðvitað. Já. Skömmust okkar. Geta smeltið svo hausinn á sig bara. Já. Svo er það næsta, þetta fannst mér líka skemmtilegt. Í Írak er pantþáttur, eða svona tekinþáttur, þar sem menn planta fake sprengjum í bíla hjá frægu fólki. Vá, það er svolítið gróft. Já, svolítið grófir hrekkir hann. Sérstaklega líka því að það var ekkert, maður myndi ekki, hakan á maður myndi ekki fara í gólfið að það var komið spreng í bílinn hjá manni þarna. Nei, þeir fara alla leið þarna. Já, algjörlega. Ef þetta væri hérna, þú veist, á Íslandi, þá myndi maður hugsa svona, þetta er bara eitthvað að gabba mér maður, þetta er bara kókflaska með ramasvír. Já, það myndi enginn vera hræddur og setjast hérna bara í mjóttin upp í bílinn sinn og herru, hvað sprengir þetta? Það myndi enginn... Ef myndi sjá tölvu, myndi sjá eitthvað box og það væri svona tölvu sem var að tellja niður, bara 1 mínúta og bílinn væri læstur, þú myndi vera svona, hvað er myndavélin? Hver er að djókið við núna? Líka tala ekki um það og tektur. Já, akkurat. Þannig að auðvitað byrjaður aftur. Já, líka ömulegt að koma svona hlaupandi. Hvað, þú varst ekki að kaupa þetta? Nei, hvað, verður að fara að sprengja mig og bílinn minn? Nei, veist það, ég er búin að nokkuð feskur hérna. Akkurat. En þetta er, menn verða hræddir í Írak. Já. Svo er það næsta. Líkundin á að vera drepinn í Bandaríkjunum eru 1/20.000. Ok, þetta er rosalega uppbyggjandi staðreyndir, það er svona. Já. Er þetta eitthvað að leiða út? Nei, ekki til Bandaríkjana. Nei. 1/20.000, já. Svepp og Pétur þurfa að passa sig. Já. Flórida. Þeir koma heim á laugardaginn. Já. Þannig að ég ætla að senda þeim tölvupóstum að fara að valega. Já. Svo er það næsta. Sturlu staðreynd hér. Barkakýli á japönsku er Noto Chinko og þýðir throat penis eða hálstippi. Já. Skemmtilegt. Já, þetta segir bara alltaf segja þar, það er einhver við þetta bæta. Þetta er, maður hefur oft orðið vitni því að Bötsi að segja við menn sem eru með risa barkakýli, akkur ertu með tippi á hálsinum. Já, og... Oft orðið vitni því. Japanar, já, þeir kalla þetta bara það. Já, þetta er auðvitað, nei, ok, ég hætti þennan brandara, þetta var, ég segja hérna off-air. Ég veit að má ekki segja svona út af að maður ætla að segja eitthvað gett fyndi off-air, en ég ætla samt að gera það. Ég passa mig. Ok, svo er það næsta, vespur gefa frá sér viðvörunarhljóð þegar þær eru drepnar til að láta aðrar vespur vita. Þarna ég fekk eitthvað svona óþægindarhóll þegar ég las þessa staðreynd. Já. Það er það til að segja hinn passi ykkur, bara... Já, eða bara komið og hjálpi mér. Já, vá. Fá bara vespur skaran á sig, maður. Þetta er eitt af því sem ég hrættastu við. Já, svona geitungar vespur. Já, ég nefnilega var daginn með barnið mitt, 6 mánaða í fanginu. Já. Ég var með 2 höldupoka fulla af maturum. Já. Og svo er geitungur svamlandi, þetta var hann í Fosstói í B-blokk og það eru blöður niðri. Hann er svamlandi kringum okkur og ég held á barnunum, ég leið, þú veist, þetta var bara, þú veist, Gylfur, ég var... Hugsaður að venda barnið? Ég hugsaði að venda barnið. Ég sneri honum frá geitungnum, tegði mig í blað, rúllaði upp með annari hendi og hann er að svamla fyrir fram mig eins og boksari sem er að, þú veist, svona dansi í kringum eins og prinsinn gerir á svona tíma og ég, BAM! Bomba hann í loftinu og hann steinrótast. Nærði honum? Já, ég náði honum. Þetta var góð tilfinning, en ímyndaðir ef hann hefði gefið frá sér hljóð rétt áður hann að dó, svo kemur bara skaran og ég með barnið í fanginu með það. Og höldupókana maður. Og höldupókana. Já, ég veit ekki á hverju maður er svona hræddur við þetta. Jú, það getur spilað inn í Michael. Michael, já. Sko, þekkirðu einhvern sem grét ekki í lokinu á Michael? Nei, svoleiðis menn eru bara ekki með tilfinningar. Nei, það er bara, þú veist, lengi vel var þetta eina myndin sem ég hafði grátið yfir. Þangað til ég sá Notebook. Já, veistu hvað er leiðilegt samt með þá mynd, hérna Michael með Macaulay Culkin? Já. Hann er jafn þungur í dag og hann var í þeirri mynd. Er hann ekki léttari? Svei mig þá, hann er einhverju tónurugligri. Já, ég held að mér finnst hann ekki hafa spilað nógu vel úr sínu. Nei, það fór eitthvað þarna downtown. Svo er það næsta, leðurblökur. Leðurblökur fara niður á hvora aðra. Sturlu staðreynd. Það fara bara beint í næstu. Já. Meðal kynlíf stendur yfir í 5 til 7 mínútur. Síðasta sturlaða staðreynd dagsins. Það kemur ekkert óvart. Nei, er þetta ekki? Þetta er bara tími. Jú, þetta er aðeins yfir. Ég er svona meiri vinn í 2 til 4. Já, það er náttúrulega forleikur og svona undan. Þetta er bara að vera að tala um sjálf kynlífið.
Þetta bara intercourse. Já, 5-7 mínútur. Já, það bara flottu tími. Passað það ekki bara? Jú, mjög fínt. Skulum ekki bara rakka neitt annað niður allavega. Nei. Þetta voru sturlaða staðreyndir hér rétt handan við hornið. Það ætlum að spila fyrir ykkur skemmtilega rekk þar sem að Sóli Hólm leikur Herbert Guðmundsson að reyna að selja lagið Time í úra-auglýsingar. Já. Ekki missa því, en fáum fyrst Childish Gambino og svo líka karaoke, fullt af góða lögum. Alltaf gerast þegar strákan. Childish Gambino og lagið heitir Heartbeat, styttist hér í Hebba Gumm og karaoke í keppnin okkar. En verður þetta, það eitt númer hérna sem búið að hringja eða svona ángríns stanslaust síðan að við byrjuðum með þáttinn. Alltaf sama símanúmeri. Já. Það er verið að byrja bíó með það? Ég veit ekki, eitthvað sem þarf virkilega að komast hérna að og svara þessu. Já, gera það, tjekka því. Tjekkum á þessu. Maður sjá, FM, góðan daginn. Góðan daginn. Hver er það? Þetta er Eirín Blöndal. Þetta er hann. Núna gæti ég reyna að fara að gráta. Nó. Veistu það? Að ég búin að reyna að syngja inn í þáttin til þín hér og byrjaðis. Það er ekkert annað. En ég hef aldrei náð í gegn. Nei, ok. Ég er með þetta svona svolítið gamlan síma og ég er svolítið lengi að stimpla í númerið. En ég kann þó utan af. Ok. 511-0957. Það er hárrétt, já, hvað heitir þú? Ég heiti Guðlaug og ég bý á Akureyri. Já. En veistu hvað barnabörnin mín kalla mig? Nei. Amma Gulla. Já, ok. Skemmtilega. Kalla mig það nefnilega. Þannig ég er köllu Gulla af barnabörnunum. Já, ég kallaði Gullu bara. Já, þú mátt meira sér kalla mig ömmu Gullu, ef þú veist. Já, það er ekkert annað. Mér finnst þú æðislegur. Þakkaði fyrir það, gaman að heyra. Ég hlusta þáttinn á hverjum einasta degi. Já, takk fyrir það. Og ég hef ekki mist úr einasta þátt. Og ég hlustaði meira að segja þegar þú varst í fríi og Björn Bragi var í staðinn fyrir þig. Já, ok. Hann er rosalega þennan Björn Bragi myndalegur. Já, það er myndapiltur. Og ég horfi á þáttinn hans líka í sjónvarpinu. Já. En mér finnst, ég sakna örlítið hennar Þórunar. Já. Og það sem að mér finnst kannski hann hefði getað gert öðruvísi þar, að hafa hana kannski einhvern tímann á bikini. Já, það er... Af hverju gerði hann það aldrei? Já, það datt nú inn hann eitthvað, hefði ekki, skil ekki? Jú, það hefði mátt vera miklu meira. Já, það er ekkert annað. En ég hlusta aldrei á gamlu gufuna. Nei. Hún er fyrir bara gamalmenni og leiðindar skarfa. Það er ekkert annað. En ég hlusta alltaf á FM 957. Glæsilegt. Og veistu af hverju? Nei. Það er út af tónlistinni. Já, ertu að fíla hana? Mér finnst hún æðisleg. Mér finnst hún dásamleg tónlistin og svo finnst mér líka fólki að það er frábært. Það er svo gaman, sko, þetta byrja á mótnana meðan Brynjar Má. Já, Magasín. Hann er dásamlegur. Já. Og mér skilst að hann sjá tónlistina. Já, hann sér tónlistina á FM. Já, og það sýnir nú bara að þetta er bara undrabarn. Já. Hann er undrabarn í tónlistan Brynjar og svo semur hann frábæra lög líka. Og ég gleymi því aldrei þegar hann söng á íslensku lag með James Blunt. Það var æðislegt. Það var svo fyndið. En svo finnst mér náttúrulega að mitt uppáhaldslag í dag, það er Gangnam Style. Já. Og ég kann dansinn, skal ég segja þér, Auðun Blöndal. Ég kann dansinn, þó ég geti kannski ekki gert alla hreyfingarna sjálf. Það er ekkert annað. Og þetta er æðislegt og núna býð ég eftir því að þið takið inn nýja lagið hjá stelpunum í Charlies. Já, sem okkar, það er nú bara nýkomið út hjá hann. Það er frábært lag og það er náttúrulega ekki að höra að búa sér að vinna með litlu stelpunars Will Smith eða svo sem samtilaginn fyrir hana. Já, hérna fyrir hana Will. Þetta er svo sami, heyrið alveg textinn. Já. Þetta er sami maður og samtilaginn og svo er myndbandi sexy. Já. Og það er eiginlega að vera sexy. Ef þú ætlar að meika það, ég segi meika það, þú heyrir það að ég veit alveg hvernig þið talið. Og þá þarfst að vera sexy. Já, það er svona að vera að selja svona ég að núti. Já,
Já, það er alveg dásalega hvað er að gera stelpurnar og þú verður bara að vera í sem minn fæstum fötum og helst næstum í allsberg. Þá gengur þetta. Já, þú ert ekkert ósátt við þá þróun. Það er æðislegt. Já. Þetta er sem unga konur að gera, það er að sína allt sem þeir hafa. Ekkert annað. En svo held ég áfram, svo kemur hann Heiðar Austmann þarna, hann er frábær. Já. Hann kann þetta búin að vera í mörg ár og svo kemur þú nættur, auðvitað, ég þarf ekki að tala um það, hversu æðislega þú ert. En svo finnst mér hann æðislegur þessi feiti sem að kemur alltaf eftir þér. Rikki? Já, þessi feiti. Þessi dakkari. Já, hann er nú reynda... Hann er frábær. Hann er að skafa af sér núna strákurinn. Lítið vel út. Hann er alveg dásamlegur og mér er alveg saman þó hann sé hommi. Mér er alveg saman. Hommar eru fólk líka og lesbíur. Þetta er bara dásamlegt að hann skuli þóra. Hann er reyndar í sambúð með stelpu og gengur vel, sko. Nú er hann ekki hommi. Nei, Rikki. En var hann ekki hátíðið þessum daginn? Já, við vorum örgulega bara eitthvað að stríða honum, þú voru eitthvað með... Svo, ég held eins og kann ég segja stundum, the joke is on me. The joke is, já, nákvæmlega. Það er bara svo leiðis og svo, en svo náttúrulega, sko, ég hlusta þetta alltaf á þig og finnst þér allir góðir sem eru með þér. Hann Sveppi, hann náttúrulega, hann minnir mig á ákveði stórmenni úr mannkynssögunni. Mér finnst hann alveg bara identical. Já. Hann er alveg eins og Vigdís Finnbogadóttir. Ekki annað. Það minnir mér rosalega á hana. Já. Og það er sko hrós. Já, það er ekki leiðum að líkjast maður. Því að ég geta kosið alla forsetana. Já, þú ert á þannig aldri. Já, ég vil ekki segja hvað ég komur. Ég er ekki döma því. Nei, ég fer aldrei að gera það. Mikið ofboðslega gaman að heyri þér. Ég veist að svona hávítamín bara bjarga deginu fyrir manni. Já, þú ert bara dásamlegur og ekki skemmir að það sérta norðan. Nei, nákvæmlega. Dásamlegur Blöndal. Takk. Þú ert fallegur og þú ert hress og þú ert fyndinn. Takk fyrir það. Þú ert dásamlegur drengur og þú lætur mig til að trúa á æskuna og framtíðina í þessu landi. Takk að kella fyrir það. Þú ert dásamlegur. Virkilega gaman að heyri þér. Ég ætla að ringja eftir og ég er búin að biðja dóttur mínum að koma með síma með talkum. Já, nákvæmlega. Þá kannski nærðu oftar inn, en ég bara... Ég ringi þig, því mér finnst svo gaman að tala við þig líka. Ég hef aldrei náð inn í útvart. Nei, það var bara... Aldrei á æfinni, þó ég hafi reynt oft. Það var gaman að ég skildi svara og ég bara vonandi heyri þér sem fyrst aftur. En þá er nú kannski þess að komin í útvart með að endingu. Ég ekki að fengi óskalag. Hvaða lag er það? Það er annarkvort Gangnam Style. Já. Eða það nýja lagi með Charlie's Hello Love. Já, ég finn nú þessu. Hello Love. Hello Love, já. Þetta er góð lög og ég ætla að finna út af þessu. Takk aðeinslega fyrir að ringja, Gulla. Takk fyrir Amma Gulla. Amma Gulla, takk fyrir að ringja. Takk fyrir reyður minn. Ok, bye. Já, hún var hress, hún Amma Gulla. Heldur betur. Segð mér þá, ég myndi spila fyrir hana Gangnam Style núna en við þurfum bara að fara í auglýsingar. Svo ætla að fá Herbert Guðmunds en Amma Gulla, ég veit þú ert að hlusta, ég spila Gangnam Style fyrir þá eftir. Ég lofa því. Í dag er þriðjudagur. Það þýðir að það er þriðjudagstilboð hjá Dominos. Þú sækir miðstærða pítsu með 3 álagstegundum af eigin vali fyrir 1000 krónur. Pantaðu þitt þriðjudagstilboð á dominos.is eða í síma 58-12345. Útgáfuhátíð, Geimstöðin á Nef og FIFA 13 hefst í Geimstöðin á morgun klukkan 5. Spennan nær svo hámarki með sölu á leiknum klukkan 10 annað kvöld. Láttu sjá því í Geimstöðinni og nældur í eintak af FIFA 13. Geimstöðin Kringlunni, stöngin inn. Hvað eru 2 milljarðar mínus 200 milljónir? Víkingalotto, alltaf á miðvikudögum. Minkandi unglingadreykja, Skjaldborg heimilena, Íþróttaálfurinn, Múkísson, Makrill. Johnny Nash, fyrsti þáttur í opinni dagskrá á 50-dagskvöldið klukkan 9:30 á Skjá 1. Ísland er land þitt. Clean & Clear, ein mest selda húðlínan í Bandaríkjunum. Hreinsilínan sem losar þig við bólur og fílapels. Alex Clare, hér með lagið Too Close. Too Close to Love You. Þeir að hlusta á FM 95 Blö, á FM 957. Öddi og Sóli Hólm með ykkur hér til 6 í dag. Það er búið að velja, skal ég ykkur segja,
búið að velja karaoke-lögin og það verða Crying með Aerosmith og Angels með Robbie Williams sem urðu fyrir valinu í dag. Þetta eru 2 ofurslagarar. Já, þetta eru lög sem eru gríðarlega vinsæl og lög sem við könnumst við, en erfitt að ég til dæmis gæti lent í erfiðleikum með Crying. Þetta er rosalega, þú ert ekki ráðast á garina sem lægstur, það er óhætt að segja það. Já, það eru margir sem syngja verr heldur en Steven Tyler? Já. Mjög margir. Já, mjög margir. Ég er einn af þeim. Og ég líka. Það sem við ætlum hins vegar að gera, ég ætla að fara hérna í eitt lag með diktu og svo ætlum við að heyra þegar að Herbert Guðmundsson, meistarinn sjálfur, gefðu okkur smá forsmekk. Ég er með svo frábæra hugmynd að nota þessi lög sem ég er að semja. Ég hef aldrei notað lagauðlýsingu. Það var bara komið time á að nota lagauðlýsingu. Já, við ætlum að fá þennan mann til þess að ringja hér á eftir og reyna að selja lagið Time. Í auglýsingu ætlum að ringja í 2 úrsmiði. Ekki missa því, það er hérna rétt handa vonni. En byrjum á diktu, Inspire of Me. Komið eitthvað til 6 í dag og það er komið að svona nettum símarekk. Eins og flesti vita þá er Sóli Hólm svona eina okkar bestu eftirhermum og það er eini miklu uppáldi á mér og það er Herbert Guðmundsson. Já, takk fyrir það, þetta minn. Já, hvað ertu búin að vera stúdur að heppa lengi? Sko, ég held ég að byrja á því eftir hann svona að okkur alvöru þegar hann fór í viðtal til Elliar og var alveg extra high on life og ég er bara svo þakkláttur fyrir allt, bara takk fyrir að hlusta plötuna mínar. Þá okkur þeim bara uppgötaði hvað þetta er mikið snillingur þessi maður. Ég hitt hann reglulega í ræktinni og hann segir alltaf það sama. Hvað segir aðalmaðurinn? Já, akkurat, það er fyndið að hann segir þetta við fleiri nefnilega. Upplifir þá ekki svona, er ég ekki aðalmaðurinn? Nei, ég hef bara heyrt hann segja þetta um mig. Þannig að ekki vera eyðileggenda fyrir mig. En það sem við ætlum að gera núna er að Herbert Guðmundsson á eitt lag sem er stórkostlegt og heitir Time. Já. Og fjallar tímann. Akkurat. Og það eru nokkrir úrsmiðir hér í bæ og menn að selja úr og klukkur og annað. Já. Og við ætlum að hringja hérna í Guðmund B. Hermansson sem er úrsmiður og reyna að selja honum auglýsingu, eða svona að Hebbi væri til að nota lagið Time í auglýsingu fyrir hann. Já, og ég held nefnilega að þetta sé svona svolítið, sko, svona úrsmið sem siglir undir radarinn nefnilega, sem er bara í antiklukkum og svona, þannig að hann væri aldrei að fara að búa til sjónvarpsauglýsingu held ég. Nei. En Hebbi ætlar að selja honum hugmyndina. Já, bæði þetta notið til sjónvarpi og útvarpi. Já, en það er Hebbi sölumæður. Ertu tilbúinn sem Herbert? Það er Guðmundur, heitir hann Guðmundur. Já, Guðmundur B. Hermansson. Ég er klár í þetta, ég er með rosa góð hugmynd. Bara að selja þetta. Sláða bara númeri og ég sel þetta. Byrjum í 500.000. Kannski getur þetta að lækka aðeins. Já, Guðmundur. Jú, herran. Já, góðan daginn. Herbert Guðmundsson, tónlistarmaður. Já, komdu sæll. Hvað segirðu gott? Allt fínt bara. Heyrðu, þú ert í úrunum, eða ekki? Jú, alltaf í úrum og klukkum og öllu. Ertu með verslun, eða? Nei, ég er bara með svona vektaði heima. Og ert að selja úr en ertu með sögum reitt, ertu að auglýsa eitthvað? Nei, ég er ekki með neinn úr eða neitt svolítið, sko, eiginlega að selja, sko. Hvernig kemur þessu framfæri? Hvernig kem ég mér? Já. Þarf þess ekki? Ég er nefnilega með svona hugmynd sem ég langar að bera undir. Ég er búinn að tala við fleiri úrsmið sem eru svona að hugsa þetta. Já. Að því ég á nefnilega lag sem að passa rosa vel að þú myndir vilja gera sjónvarpsauglýsingu. Það er þú hefur kannski heyrt það heitir Time. Já, alveg rétt. Og hann alltaf á kannski svolítið vel við vöruna. Já, ég er nefnilega ekkert í þessum bransa, sko. Nei, ég bara grunaði kannski að geta svona búst í söluna. Ég sé þetta fyrir mig kannski, þú myndir sjá klukkur á vegg og svo myndir lagi hljóma undir að Time! Og svo myndir koma í lokin Guðmundur með best úr í bænum eða eitthvað svona, skilurðu? Ég myndi nú bara að tala við þá sem eru með verslun. Já, ég veit það, en þú mútt ekki að sjá fyrir, þetta getur kannski sett maður búst í söluna? Nei, ég er ekki sjáð fyrir best. Í miður, kallið minn. Hvað ertu með stóra lager, eða? Nei, ég er ekki með lager. Ég er ekki í sko þessu, ég er bara í víkjörum á klukkum. Já, heitir þetta batteríku hjá þér? Nei, þetta heitir ekki neitt, bara Guðmundur Hermansson. Guðmundur Hermansson, bara þú sjáur þetta, þú sér þetta fyrir þér, ekki? Jú, þetta er alveg meira. Time! Þetta er alveg meira hátt að hjá þér. Og svo, Guðmundur Hermansson. Voru bara komið svo framfæri. Guðmundur Hermansson, í takt til tíman.
Já, þarna komstu með það rétt að slagorðu. Og svo er þetta að fara með þetta globala, því að það er náttúrulega time með, þú veist, the right time. Eitthvað svoleiðis, þannig að, og ég segi, við erum ekki að tala sko, með skýðsta menn síðan vildi að fá svona 500 fyrir þetta. 500 skall. Það er ekki neitt, Er að selja laun á 500 skall og ég var alveg tilbúin að lækka það kannski niður í 400, sko. Já, þú ert svona helviti sanngjarn. Já, ég meina, bara því ég trúa þessu og svo fæ ég náttúrulega stefgjöld þegar þetta spila auðvitað, þannig að ég myndi græða þessu líka. Já, þú bara matakrókin á þessu, það er alveg rétt. En, eins og ég er ekki í bransanum, þannig að þú er eiginlega að tala við eitthvað. Hver var það svona best að tala við? Ég er með að tala við Gilbert. Gilbert? Já. Já, það enda væri svo, ekki Gilbert og Sullivan, það? Nei, þú getur kannski búið til eitthvað það, sko. Þú er svo helviti sleipur í þessu. Það væri flott. Það var eitthvað Time! Gilbert og Sullivan. Já, þetta hljóma vel. Herðu, en Guðmundur, ég vona að ég gangi vel, en ef þið snýst hugur, þá skoðu bara heyri í mér og við getum gert þetta. Ekki máli, vinnu minn. Flott finnum við símaskránni. Já, takk. Heyrumst. Já, bless. Nei. hann var ekki til. Nei, ég vissi það svo sem fyrirfram. Já, ég heyrði það strax að hann ætlaði ekkert að fara að auglýsa. Nei, ég veit, og þessi maður var ekki skrítinn. Nei. Ég bjóstu þetta að væri kannski einhver sérvitringur sem myndi kannski svona hleypa okkur á flug, sko, en er ég eitthvað reiður og svona, en hann var svo jákvæður, hann svona, já, þetta er flott, já. Hann var mjög ánægður með Hebba. Já, ég veist hann er yðandi í skinninu, ætti ég að gera þetta. En eigum við að prófa Leonard? Ég algjörlega, einhver starri, sko. Já, Gilbert, er þetta ekki fíla Gilbert? Jú. Er þetta gemsið það? Nei, þetta er Gilbert Úrsmiður bara. Er hann á Laugavegi? Já. Já, Gilbert Úrsmiður. Er það Gilbert sjálfur, eða? Já. Þannig að það er Herbert Guðmundsson, heiti ég. Herðu, nú held ég sem $1 million hugmynd fyrir þig. Nú? Þú náttúrulega þekki kannski eitthvað sem lögum segir verið að gera. Hefur eitthvað verið að auglýsa? Alltaf að auglýsa. Alltaf að auglýsa? Ertu að auglýsa í sjónvarp eitthvað? Nei, ég er nú aðalega að auglýsa bara í blöðum, sko. Já, það gæti verið að ég sé með hugmyndina fyrir því að hefur heyrt lag eftir mig sem heitir Time? Nei. Time! Kannast ekki við þetta? Ég meina Time gamla með Rolling Stones? Nei, þetta er nefnilega lag eftir mig sem kom út 2010. Ok. Time, such a working way, I want my life to be bright. Og ég er búinn að sjá þetta fyrir mér. Þetta er sko sjónvarpsauglýsing. Já. Við erum með þessi flottustu úr sem þú er með, þú er náttúrulega með alltaf flottasta. Jú, ég er náttúrulega með bara íslenskúrin sem við erum að framleiða. Nákvæmlega. Hann benti mér á mér bland Guðmundur Hermanns. Hann sagði að þú væri aðal maðurinn í þessu. Ok. Og við myndum sína bara svona með, getum panað yfir úrvali í vestlinu hjá þér og lagið yfir. Sjá þetta, lokka augunum, sjá þetta fyrir þér. Time! Gilbert Úrsmiður. Nei, ok. Með bestu úrin í bænum. Já. Þú ert ekki að sjá þetta fyrir þér? Við erum rosalega lítið svona, við erum mest að auglýsa sko erlendis. Já, herðu. Við erum útlendinga. Þá erum við nú heldur betur að tala saman. Við erum með erlend lag. Þá myndi ég sjá þetta fyrir mig þannig. Time! Gilbert, the Watchman, always on time. En þetta er náttúrulega, við erum aðalega náttúrulega, við tökum okkar auglýsingar sjálfir sko. Já. Svona auglýsingaefni og pósum sjálfur í auglýsingunum. Já, þá getur þið komið með skotað ykkur að smíða úrinn og lagið yfir. Svo náttúrulega, sko, ég er ekki að rukka mikið fyrir þetta. Mér skilst að menn sé ofta að taka upp í $1 million fyrir þessi lög. Já. En ég myndi aldrei selja þetta fyrir meira en halva. Aldrei meira en það. Og með þess að ef það er eitthvað allt og mikið, þá getur alveg skoða það. Ég held að verða nú alltaf að hugsa máli, sko, við erum alltaf 4 í þessum bransa hérna hjá mér, sko. Ekki vera með einhverja, því er ekkert að vera með nísku í þessum markaðsmálum, þetta skila sér allt tilbaka. Við erum búin að eyða svoleiðis milljónum í markaðsmál, maður. Já, konulega, og þess vegna er betra að eyða milljón sem að skila sér tilbaka. Já, en við erum bara búin að plana. 300 skall, fyrir lagið. Plana út árið í auglýsing. Gerum þetta bara í janúar. Við verðum bara að skoða þessa hluti. 300 skall. 250. Nei, sko, við 100 skall. Við gerum ekkert svona 1, 2 og 3. Ef það á að fara í sjónvarp þá kostar miklu meira heldur en að bara gera eitthvað bara út í bláinn, sko. Það þarf að vera En þarna erum við erum konum með hugmyndina. Mynda ykkur að smíða úrinn, lagið Time!
time og síðan kemur, höfum þetta á ensku að þið erum að auðvitað úti Gilbert, the Watchman, always on time. Já. Ég skal gera þetta fyrir úr. Við verðum bara að skoða þetta, Herbert. Ef ég fá 1 úr hjá þér, þá er ég tilbúin að láta það fá lagið. Ég skil, en... Ef hann taka fund? Við verðum að skoða svona hluti. Ég renni við hér á morgun og við sænum þetta. Við klárum þetta. Þetta er allt og góð hugmynd, Gilbert, til að láta og greipum renna. Já, við verðum að skoða þetta. Ég kíkja á það morgun. Já, allt í lagi. Time! Be on time, Gilbert. Já, ok. Heyri það, kallið minn. Bye. Þetta er aðeinslegt. Hann fór úr milljónir í frí dúr. Hann ætlaði ekkert að gefa sig þarna, Herbert Guðmundsson. Eitt sem við verðum að gera núna, við gerum það bara off-air og það gerum við fyrir Herbert vin okkar að við ringjum niður og segjum að það er fyrir FM 95 Blö. Algjörlega. En þetta var stórkostlegt og svei mig þá ef einhver eftir Hermann ringir ekki eitthvað annað á eftir. Hver að geti? Já, ég vil ekki segja neitt. Ég er alveg, Páll Óskar. Páll Óskar geti. Gæti verið. Málið. Hörðu, fáböngum hvað slag? You know what that means. No one knows what it means, but it's provocative. No, it's not. It gets the people going. So hot, motherfuckers wanna find me. Vinnufélagunum í ævintýraferð fyrir bragðlaukana á Útgáfuhátíð, Geimstöðurinnar og FIFA 13 hefst í Geimstöðin á morgun klukkan 5. Spennan nær svo hámarki með sölu á leiknum klukkan 10 annað kvöld. Láttu sjá því í Geimstöðinni og nældur í eintak af FIFA 13. Geimstöðin kringlunni, stönginin. Bú Avenue, þar sem undirfataskúfan þín fær nýtt líf. Sólbaðstofan Smart. 3 staðir, 1 númer. 533 33 50. FM 95 Blö. Á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðihjúp. Trompaði daginn, fáðu tromp. Trompaði daginn segjar þér að hlusta hér á Audda og Sóla Hólm. Það er einmitt það sem við erum að fara að gera, við erum að fara að trompa á daginn. Það er rétt því að það er komið að karaoke-keppninni. Ég hef á harma að hefna. Já. Þú vannst mig síðast. Ég er með 100% vinningshlutfall, ef ekki segja það þannig. Já, það er þannig. Já. En reyndar með 1 sigur úr einum leik. Já. Og fyrir ykkur sem þekki ekki reglur, þá er þetta nú ekki flókið. Við syngjum báðir 2 mínútur hér úr karaoke-lagi við Sóli. Svo hringið þið 511-0957 og sá sem er fyrstur að fá 5 atkvæði frá hlustendum vinnur karaoke-keppnina. Þetta er við Pétur keppur reglulísu, en það sem að Pétur er í frí á morgun, en hann verður þetta mættur svo eftir viku. Þá höfum við Sóli tekið á okkur þessa karaoke-keppni og það var kannski ekki alltaf skynsamlegt að mig því að þú ert helvíti góð söngvari, Sóli. Já, takk fyrir það. Þetta er eitt besta hrós sem ég bara fengið þegar æfina. Það heyrðu svona bara hérna á þegar þú varst að syngja Time að það er alveg rödd þarna. Já, það er rödd á baki, það er kannski rétt. Já. En eins og ég hef alltaf sagt, ég er ekki eins góður söngvari og mér finnst ég alvöru. Mér finnst ég frábær. Það er svona eins og Sveppi líka. Já. Sveppi er ekki af góður söngvari og hann heldur hann sé. Nei, akkurat. En ég gerir mér svona grein fyrir það ég sé það. Þetta er svolítið tvíeggjasverð. Ég er ekki eins góður söngvari og ég held. Ég veit að ég er ekki alveg á pari við það sem ég held. Nei, en Sveppi heldur það. Já, hann átti sig ekki á því. Nei, því að þú veist, hann er náttúrulega búinn að vera barnastjarna og vinsæll sjónvarpsmaður í langan tíma. Hann er oft fengið til að syngja inn á plötur og svona. Já, út af því. Út á nafnið, Sveppi. Já, en hann heldur að það sé út af söngrættinni. Já. Það er bara mest í misskilningur. Já, það er alveg klárt. En ekki það, hann er töluvert betri söngvari en ég, en það þarf ekki mikið til. Já, verð ekki á viss. Það getur nýjumfélag komið í ljós hérna eftir, rauður minn. Það er ekkert annað. Það er hins að komið að karaokeinu og ég byrjaði síðast. Já. Þannig að það er Sóli sem ríður á vaðið núna og hlustendur völdu þessu lög og það var einn góður hlustandi sem vildi fá Angels með Robbie Williams og hann ætlar að ráðast á þetta hérna núna, hann Sóli, og syngur fyrir ykkur 2 mínútur. Ert þú klár, Sóli? Ég er nú ansið hrættur á það. Ekki? Það er bara þannig. Ég er tilbúinn til að standa. Take it away. Þetta fer hérna og þetta komið hingað að byrja. Já. I sit and wait. Does an angel contemplate my fate? And do they know the places where we go when we're grand old?
'Cause I've been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel the love is dead, I'm loving angels instead. Ég vissi að þetta fara í þessa karaoke-keppni með Gilsaránum á morgun. Þú ert bara eins og okkur lærðu söngvari hérna. Þakkaði fyrir. Þetta er bara... Þetta er lágt ekki svona, þetta var ömult. Þú ert í slaufum og ég veit ekki hvað og hvað maður. Það er erfitt að keppa við svona bull. Lágt ekki svona. Jæja, ég hefði átt að vera undan sveimi þá. Ég er komið með lag og kannski hlustundur, ég lofa ykkur því, ég mun gera mitt besta í þessu lagi. Þú ert að taka miklu verið áhætteldur en ég. Það verður að taka það fram. Já, þetta er lagið Crying með Aerosmith og þetta er erfitt lag, ég ætla að reyna það hérna. Blöndal, ég beið eftir því að Jenny Brainpolis myndi rífa að sér grímuna, sko. Þetta er verið svo illt í hausnum. Sko, þetta var rosalegt. Vá, mér var þetta frábært og veistu það var bara sturta yfir mig að frussi, þetta var svo mikil innlifun, sko, og mér var þetta allt í lagi. Kemur ekki óvart því sem búin að eyðileggja Michael á slefi. Þetta var bara geðvikt. Þetta, ég vona ég hef ekki eyðilegt lagið, en við ætlum að opna núna fyrir síman 511-0957 og já, það er bara fyrsti hlustandi hér á línunni. Hver fær þitt atkvæði? Herðu, það er Sóli Hólm. Hæ Sóli. Já, takk kærlega fyrir. Þetta var rosalegt hjá honum. Ég veit að hann söng þetta bara eins og einhver atvinnumaður. Heyrðu, var þetta svona gott? Var þetta svona gott? Heyrðu, takk fyrir. Takk fyrir kærlega. Herðu, takk fyrir að hringja. Já, bæ. Ok, herðu, hún var bara til í þið. Þess var til í gallin. FM 95 Blöð, hver fær þitt atkvæði? Þú, Já. Mér finnst það allt í lagi, mér finnst þetta frábært hjá auðvitað. Þetta var flott hjá báðum. Takk fyrir. Takk fyrir aðvinnur, takk fyrir að hringja. Herðu, staðan 1-1, það er spenning í þessu og við skulum bara fá næsta hlustanda. Hvor fannst þér syngja betur? Það var á sjálfsögðu Auðun Blöndal. Þetta var miklu meira áhætta. Vel gert hjá honum, það var frábært. Ég hef heilt hann verri. Já, er það? Það var góður núna. Virkilega góður, ég er alveg sammálaði. Ég tek þessu hrósið og ég þakka fyrir það. Ekki máli. Takk hjá það. Staðan er 2-1, það er spenna hér og hver fær þitt atkvæði? Ég verði að gefa auðvitað það núna. Herðu, en maður að koma sterk. Það er gríðarlega framfæri hjá hann. Já, þetta er eitthvað að koma. Þetta var bara æðislegt. Það segja þetta er skásta. Já, skást, já, það er kannski svolítið en ég fikk það. Takk hjá það. Það er 3-1 og... 3, ekki 2-1? Nei, 3, ég er með 3 í rauð hérna. Vá, þetta er rúst. En það er út úr þessu FM 95 Blöð, hver var þitt atkvæði? Ég ætla að kjósa auðvitað. Annað ekki þig. Djúbrata. Þetta er pappi að breyta röddinni. Já, ok, nú þarf ég að fara að benda á það sem fór úrskeiðis í þessum flutningi hjá þér. Ég er búin að rósa þér alltaf mikið, sko. Það var það næst í... Öndurinn var út úr kú. Öndurinn var út úr kú. Hver var þitt atkvæði? Það er náttúrulega Sóli. Það er Sóli. Er það af því að öndunum mín var út úr kú? Ég veit ekki hvaða lag Öndi var að syngja á tíðanbili. Textin var einhver út á túnni og tónhæðin bara hingað og þangað. Já, ég var að leika mig svolítið með þetta. Já, hann er maður sem gerir kröfur söng. Ég held að hljóta að vera langt síðan að þú þessir meirunni sem voru að velja lagið. Já, herðu, það er ok, hendur bara atkvæðinu og Sóla og hafðu það svo gott, kallið minn. Sóli fær alveg 2. Já, ég er búinn að skráða þetta hér. Herðu, það leitir á þig. Þessi eru 2, sagði þessi hringdi bara og ætlaði að svífir hann. Ég held að konan þess að vera með honum og hún vildi gefa mig 2, jæja. FM 95 Blöð, hver var þitt atkvæði? Það er Auðun Blöndal. Þá er það komið 5-2. Þetta var rúst. Lík fámennska á þar. Hvað heitir þú snillingur? Þetta var flott hjá honum. Það var mikið vært að... Takk hjá og takk fyrir að ringja. Ok, Unnur. Ég var, veistu það, ég var alltaf mikill karaoke söngveri. Ég gerði ekkert af mínu. Nei, það veist það. Ég sé það, ég var að vanda mig allt og mikið. Ef að Bubbi Mortens hefði sittið hérna með okkur, hann hefði strax sagt við þig, af hverju gerður þetta ekki að þínu? Ég veit það. Ég var að reyna að vera svo Robby Vín. Þetta var eftirherma sem felldi mig þarna. Já, þú ert að verða aðeins svo mikil eftirherma. En mikið ofboðslega ég er ekki að grínast. Það er náttúrulega mikil keppni í öllu sem er í FM 95 Blöð. Annars væri ekki gaman að þessu. Ég er að ángríns, ég er alveg pínu fúll, sko. Já, sko, ég og Hjöppi höfum hnakka rífist eftir flottulegakeppnina. Og nánast orðið pirraður. Ég veit að ég held að það myndi hjálpa mér að vera að rósa þér, en greinilega hefur fólk tekið þetta var reynda, mér fannst þetta gott hjá þér í alvöru. En svo varstu byrjað að tala um öndunum mínu. Já, ég veit að ég ætlaði að reyna að bjarga mér hann fyrir hótt undir lokin.
En þá er það ekki lengur með 100% árangur, hann er orðinn 50%. Þetta ekki gott. Þetta var karaoke-keppnin og ég þakka öllum kjallaði fyrir sem hringdu. Og, En þú gafst þess allan í þetta. Mér finnst gaman pínuhörunni því að þú lagði þið svo mikið fram. Þetta var algjörlega æðislegt. Þakka fyrir það. Þessi stúlka heitir Medina og kemur frá Danmörku. Lagið heitir Kung for mig. Eða Aðeins fyrir mig. Já, Aðeins fyrir mig. Það er alltaf gott að vera með, mann sem hefur klárað fjölbraut. Ég er enda að vissi þetta. Þú vissi þetta, já. En ég er búinn að vera að spá aðeins með þessa karaoke-keppni. En þá hugsa út í það? Já, ég er í nettu sjokki, sko. Þetta var svo taktísku sigur hjá þér. Já, þetta var svona stók sigur hjá þér. Hvernig þá? Þetta stók vann Barcelona þarna. Það er rollegur, maður. Þú veist, þú staðið ágætlega. Þú skalt ekki vera líkjað við Barcelona í fótbolta með þetta Angels-lagið. Þú varst bara að negla fram með kraftinn. Ég held að maður þurfa, þú veist, ef ég lendi í þessari keppni aftur, þá ætlum ég að fara að reyna mér á röddinni. Þetta var allt of easy, ég var allt of easy leið. Og kannski hlustundum ég vita það að Auddi stal þessu lagi af mér. Ég ætlaði að taka Crying. Nei, þú ætlaði að taka Wind of Change með Scorpion. Já, ég hefði að taka það með þér. Nei, það var of rólegt. Þá hef ég ekki neitt atkvæði. Nei, það var of rólegt, sko. Já. En svo sá ég þarna Crying, ég stalði ekki, ég sagði, ég geti tekið þetta. Já, ég veit það. Og þá náttúrulega vildi ég ekki fara að segja, nei, ég ætla að taka það. Þú veist, þú ert að bjóða mig inn í þáttinn til þín og svona, og líka það sem er líka kannski mitt eftir svolítið í hug, það er öfundsýki. Hjá hlustendum. Bara ég er svo góður söngveri. Þau vil ekki kjósa þetta og söng svo vel. Já, þú ert búin að hugsa þetta mikið. Já, það er svona eina ástæðan. Öfundsýki er oft útskýringin á ýmsum, sko. En næstur tökum við á karaoke í næstu viku. Það er náttúrulega ég og Pétur. Við gætum kannski þurft að taka einn enn til að fá skorið úr hjá okkur. Fyrstu til að vinna 3 ár. Þegar við erum búin að vinna sikkora. Og hvað ætlar þá, eins og ég segja, að taka meiri sjensa? Ég ætti að taka meiri sjensa. Og hvað er svona draumalag fyrir þig í karaoke? Ef þú ættir að taka rosalega sjens? Sko, ég myndi segja Aerosmith er náttúrulega frábært að taka. Bon Jovi. Það eru lög sem að getur svona tekið. Og eða þá fara ég að fylgja í Whitney Houston eða eitthvað svoleiðis, sko. Það er rólegur. Ég ætla að vera in it to win it, sko. Þú að tapa þetta hinum með? Já. Það er bara í Celine Dion eða Whitney eða eitthvað ágætt. Þú stóðst það ágætlega með Angels, en skulum ekki missa okkur. Þarna kemur í ljós hvað er mikið missir á milli, hvað ég held að þessi góðu söngur og það er í alvöru. Já, hvað ertu búið með marga kaffibotlar? Ég sé það eru 3 fyrir fram að þér. Fenn framhjönda eftir karaoke, sækjar eitt kaffi og þú ætla bara að beint í Whitney eða Bon Jovi eða... Já, komdu bara með það, komdu með Led Zeppelin eða... Já, ég ætla... Við verðum að taka einu viðbútt, það er nokkuð ljóst. En ég vil ekki samt, nú er ég kannski búin að fá hlustundur upp á móti mér. Nei. Þú veist, mér finnst... Já, þú veist, mínir aðdáendur verða að hringja inn ef ég á að vinna. Já. Þú veist, það þýðir ekki að vera að senda manni skilaboð á Twitter og biðja mann um að taka hérna þessi lög ef það er svo ekki hringt inn og kosið. Þannig að kæru aðdáendur, það verður að hringja kjósa. Ekki hugsa, það er hann vinnur út af pottið. Þú verður að hugsa bara kæru aðdáendur, þið verðið að láta ykkur heyra. Já, það er bara sem ég er að segja. Ekki hugsa, hann vinnur út af pottið. Ef allir hugsa þannig, þá hringi ekki nóg margir inn. Þú ert tapsaður í hjálp maður. Þetta er æðislegt. En fyrir ykkur sem mistu að jáðan þá hafði ég Sóla Holm 5-2 í karaoke-keppni. Hann söng Angels og ég tók Crying með Aerosmith. Og reyndar er Aerosmith eina mínum upp á hljómsveit. Já, ég er alveg sammála því. Þyrfti maður ekki að kíkja á tónleika með þeim svona? Jú. Þeir eru alveg ennþá, sko, hann er ennþá ferskur Tylerinn, sko. Já, algjörlega, hann er ekkert að fara að deyja, sko. Mér finnst til dæmis mjög leiðilegt að hann sé hættur í American Idol. Já. Því að það eru fáir sem geta sest í stóluna Simon Cowell, en hann, Steven Tyler, gerði það vel. Algjörlega. Allt öðru í þessi típa en virkilega fyndinn og skemmtilegur. Það er oft leiðin. Ef maður er að sittast í, fara í fótspor einhvers, fara aðra leið. Já, og það er kannski sem þú að maður hugsa það á. Það er í karaokeinu. Fólk getur lært af þessu. Já, en ég vissi samt leið og fórstu viðlagið, hann vinnur þetta. Okay. Ég vissi það. Þú heyrði það bara... Mér fannst þetta var gott hjá þér, ég get bara sagt það. Ég nenni ekki að vera að segja eitthvað annað, þetta var bara flott hjá þér. En getur ekki huggað við, þetta var góð helgi hjá þér og með hvað liði heldur þú? Freyður. Ertu pullari? Fáum Destiny Child, Bootylicious, svo er það lagi á leiðinu heim og fleira. Og ég þarf að taka restin þættinum 1. Fólk vilja bara heyra þið frekar að syngja lögin. I don't think you're ready for this. Ákvað að setja mitt spinn á þetta þarna fyrir ykkur, kæru hlustendur. Þetta er Destiny Child með Bootylicious og við vorum að tala það í slúðurinn áðan við Sóli að hún er vist ólétt aftur, hún Beyoncé. Óskuði henni og Jay-Z innilega til hamingju með það. Há hún að tala um að hún hefði bara aldrei verið ólétt í fyrra skipti stundum. Já, þetta er endalegt rugl í kringum þetta lið maður.
En alltaf gaman að heyra fólki sem að eignast börn hérna Krimpin og Kampin. Skemmtilegt, en það sem ég ætla að ræða við núna, Sóli, söngvarinn í Green Day, Billie Joe Armstrong, hann var að tapa sér hérna á dögunum. Já, hann var að fokka sér upp, Já, þetta af því ég var að sjá hérna, var að lesa það núna inn á FM preppinu hérna, hann á leiðinni í anger management eftir þessu uppákomu. Og fyrir ykkur að núti sem hafið ekki heyrt þetta, ég ætla nú ekki að spila allan bútinn, en ég ætla aðeins að leyfa ykkur að heyra að þetta sem þeir voru að spila Green Day á tónleikum, en fengu ekki að klára eitthvað sessjón, því það var 1 mínúti eftir og hlusta hans á hann. Voru hann að smalla gítarnu sínum og bara tapa sér þarna. En það svona maður að fara í anger management, þar hann ekki bara að fara í meðferð? Jú, eiturlega meðferð held ég, eitthvað annað. Ég samt oft hugsað, ég var nefnilega að horfa á þetta, ég var ekki búinn að sjá þetta fyrir en að ég las fréttina á hann og þá myndi ég að þetta væri inn á YouTube. Hvernig að vera gaurinn á trommunum eða eitthvað? Já, nákvæmlega. Þetta svo leiðilegt eins og spáðu bara í vinu okkar einnig Guns N' Roses, Axl Rose fyrir framann, það var 500.000 manns í Brasilíu. Já. Á risafestivali og Guns N' Roses voru að headlina þetta. Já. Og 500.000 mann sem bíða og eru að öskra Guns N' Roses þegar Axl Rose ákveður allt í hann nenni ekki á sviði. Hann spilaði ekki og það urði ræjót, svo það var allt bilað. Og það var allt bara öllu tróði niður og hent og... Já, fólk að deyja bara eitthvað. Já, þetta ævisöguslags. Það á þeim tíma sem hann ákveður að segja skilið við hljómsveitina. Þetta var bara komið gott því að Axl Rose snar geðveikur. Og svo var hann spurður okkur hann vildi ekki fara upp á svið fyrir fram að 500.000 manns. Hann nennti ekki. Og ég fór svona að hugsa líka þegar þessi gaur þarna, Billie Joe Armstrong, er að tapa sér á sviðinu. Maður fær svona nettan kjánarhóll við að horfa á þetta á netinu. Já. Hvernig gaurinn á trommunum eða bassanum bara? Þeir ekki að hugsa, Billie, hættu þessu? Jú, ég held það. Ég held að sé, þú veist, ímyndaði bara, þú veist, ef að Stebbi Hilmas myndi gera þetta eitthvað. Þú veist, hvað myndi Jói Hjörl eiginlega að gera? Þú veist, hann myndi trillast. Það er ömurlegt að vera með eitthvað svona eiturlega fíkil þarna, fremstan í flokki, sem að eyðileggja fyrir öllu bandinu. Ég veit það. Þú ert kannski bara 3 barna faðir á trommónum að reyna að vinna fyrir saltið í grautinn. Svo ertu með eitthvað svona krakka fíbla rústa þessu fyrir þér. Þetta er líka því að, sko, þetta er hljómsveit, skilur. Þeir eru United Front. Akkurat. Þetta er ekki hérna, ef þetta væri Robbie Williams þegar hann snappaði hérna í Laugardalshöllinni eða eitthvað svona, sko. Þú veist, og það, ég er svona að hugsa að geta það hafa skemmt fyrir mér í karakínu. Fólkið sem ringdi inn var liðið sem fekk flöskuna sem hendur flöskunni. En hérna, já, þetta er auðvitað, þú veist, þetta er hljómsveit sem búið að semja lögin saman og svona, skilur þú veist, eða vinna í þessu. Þannig að þetta er auðvitað ógeðslega pirrandi og hann er náttúrulega bara að haga sér eins og halvvitt og svo blandar hann Justin Bieber í þetta sem var ekki einu svona að spila á þessari hátíð. Nei, hann bara heima einhver staðar með henni, hvað heitir hún næstu konunars? Gómez. Já, akkurat. Þannig að ég veit ekki hvað hann var að drulla yfir Justin, heyrðu, röddinn bara. Já, þú fórst þetta leið. Ég get ekki sungið mörglu á tónleikum. Nei, það væri líka sorgligt að það er ekki unnið eftir þetta. En við óskum Green Day allsins besta. Hann er á leiðinni í, reiði meðferð þessi vitleysingur. Og ég vona að ég verð aldrei í hljómsveit og þetta gerist því að ég hlýtum að fá einhver nokkuð tilbúið eftir gargið aðan. Skulum fá örstuð skilaboð og svo er það lagi á leiðinni heim. Ef þú kemur góða hugmynd, Sóli, þá mátt þú velja lagi á leiðinni heim. Okay. Ef þú kemur lélega hugmynd, þá velja það. Ok. Það er ekki flókið. Nei, ég geti kannski unnið þetta. Útgáfuhátíð Geimstöðurinnar og FIFA 13 hefst í Geimstöðin á morgun klukkan 5. Spennan nær svo hámarki með sölu á leiknum klukkan 10 annað kvöld. Láttu sjá því í Geimstöðinni og nældur í eintak af FIFA 13. Geimstöðin Kringlunni, stöngin inn. Og við allan sólarhringinn, í Skeifunni, í Garðabæ og á Eiðistorgi. Hagkaup. Einferð, betra verð. Hefur þú prófað alvöru kebab? Kebabcenter, Dalvegi 2, Kópavogi. Símið 581-1717. Cheers to our wives and girlfriends. May they never meet. Nú málum við bæinn svartan. Arthurs Day, 5. 27. september. Celtic Cross. FM 95 blöð. Á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaði. Trompaði daginn, fáðu tromp. Stúlka kann alveg að syngja. Já, þetta er að vera í alvöru góð söngkona. Já, hún heitir Adele og lagið heitir One and Only. Ég held að það eru fáar betri en hún í dag. Ég held að, já, það er mjög fáar. Já. Já, þú veist, ég veit ekki hver er betri, kannski einhverja jafngóðar. Já, ég væri sko með þessu öllu ganni sleftu virkjættarlega að fara bara á tónleika með henni. Já.
Já, ég alveg sammála því. Fullt af góða lögum. Þetta væri kannski ekki eitthvað við strákarnir saman sexy hópferð, en... Nei, þú ert til að fá í kæristu til að fara með þér. Já, þakka fyrir það, Sóli. Minna mig á það. En, hvort sem að ég hætti kæristu ekki, þá var ég alveg til að sjá Adele á tónleikum. Þetta er One and Only. Eða sýstu þínar. Já. Fara með þeim. Það er mjög gaman. Ég, Maja og Dæja. Já. Það er bara virkilega gaman. Ég veit að þú segir þetta með hæðinu. Það væri ógeðslega gaman. Já, ég get að límita með það. Ég væri til að fara með bræðrum mínum á tónleika. Ég myndi sennilega ekki fara Adele, en samt. Það væri verið að fara saman bræðurnir og Adele. En klukkan vantar 10 mínútur í 6. Ég þarf því miður að hætta aðeins fyrr í dag, þannig að við Sóli og Hólm erum að kveðja. Reyndar er lagið á leiðinni heim 5 mínútur, þannig að við erum ekki að hætta nema 5 mínútur fyrr. Nei, þetta er ekki nema 5 mínútur. Já, og það er búið að vera sannur heiður að vera með þér í dag, Sóli. Takk fyrir sömuleiðis, virkilega gaman. Já, við vorum með Herbert Guðmundsson eftir hermuna hérna á hann var að reyna að selja auglýsingu. Svo hringdi Amma Gulla í okkur, hún var virkilega skemmtileg. Ég er með númer henni, ég er bara að hringja bara hann í næstu viku. Já, hún er snillingur. Hún var ekkert smá lífsglöð. Já. Og það er gaman að heyri í svoleiðis. Gaman líka svona gamalt fólk sem er svona einhvern veginn með á nótunum við það sem er í... Já. Það er ekki alltaf sem það endir í því. Nei, hún var mjög hipp og cool og með allt á hreinu. Algjörlega. Og svo hérna tókum við karaoke, hvernig fór það á tur, Sóli? Ég held að raskandi á þér hafi staðið sér vel þar. Og ætlum að enda þetta hérna núna með laginu á leiðinni heim. Og Sóli kom með brilljant hugmynd. Ég gæti ekki neita þessu lagi, enda er þetta, eins og ég sagði það á hann, eina af mínum uppáhalds hljómsveitum. Það er, ég held að Guns N' Roses og Nirvana séu svona þær hljómsveitir sem ég hlusta mest á í gegnum tíðina. Já. Og þetta er svo fyrrnefnda, Guns N' Roses. Lagið er enda rólegt, þú valdir rólegt lag með Guns. Já. En virkilega flott. Virkilega fælt, ég er softari, sko. Já, það er líka 3. dagur. Já. Byrjaði að dimma, fólk á leiðinni heima, sjóði ísu eða eitthvað. Algjörlega. Nennir enginn einhverju rock'n'roll núna, sko. Nei, það er að balansera fólkið. Já, við erum svo líka að keyra það, fólk hefur meira svona valleg í umferðinni. Já, þetta er ekkert Welcome to the Jungle að hækki botn og stígan. Nei, þetta er meira svona bara slaka á, keyra rólega og eiga kósí kvöld. Lagið heitir Don't Cry og ég er með þess að eitt af mínum uppáhalds með þessu bandi. Já. Takk kærlega fyrir hlustunum í dag, kæru hlustendur. Það verða 2 harðir á miðvikudegi á morgun. Egill Einarsson er á leiðinni til mín, hann er endilega stillið inn klukkan 4 á morgun. Takk fyrir daginn í dag. Takk fyrir daginn, Sóli. Takk fyrir sömuleiðis. Besti FIFA-spilari landsins. Skífan heldur Íslandsmót í FIFA 13 27. september í Kringlunni. Tryggður eintak í forsölu og taktu þátt í mótinu. Glæsileg yfirningar í boði og glaðningu fyrir alla frá Dominos. Taktu daginn frá 27. september. Íslandsmót FIFA í Kringlunni. Skífan. Cheers to our wives and girlfriends. May they never meet. Nú málum við bæinn svartan. Arthur's Day, 5. daginn 27. september. Danska kráin. Í tilefni 10 ára afmælis Dogma er 25% afsláttur af öllum vörum út september. Dogma Laugavegi, Kringlunni og Smáralind. Cheers to our wives and girlfriends. May they never meet. Nú málum við bæinn svartan. Arthur's Day, 5. daginn 27. september. English-pub Reykjavík og Hafnarfirði. Skemmtilegri. Cheers to our wives and girlfriends. May they never meet. Nú málum við bæinn svartan. Arthur's Day, 5. daginn 27. september. Górillan Austurstræti. FM 95 blöð. Á FM 95.